Helgi Rúnar Bragason, þjálfari Þórs. Þetta var góð helgi. Já, þetta var bara geggjuð helgi. Ég virkilega ánægður á þessum sólríka degi hérna á Akureyri. Lítilsvöld hvíslaði að mér hérna einhvers staðar á leiðinni hérna inn í sal að þetta er ekki að marka, það vantar kanan hjá þeim. Það vantar nú bara 3 hákalla hjá okkur, þannig að það var mikill missir að vanta bæði Helgu og Ernu og svo Hrefnu. Já, það er mikið rétt. Þetta er ekki bara spurning. Þær eru ígildi meira en eins kana. Miklu meira það. Ég er miklu hrifnari að hafa íslenska stelpur heldur en kana í þessari deild og það vita það flest allir mína skoðun með það. Ég finnst þetta bara hálfkjánulegt og að sumlið skulu vera að splæsa í kana í fyrstu deild kvenna og í rauninu bara kalla líka. En ég er bara mjög ánægður með stelpunar. Við gerðum okkar markmið, héldum þessu í þeim stigum sem við vildum og þær áttu bara stökustu vandræðum. Þannig að ég held að meðbyrjan er með okkur og ég er bara glaður með það. Leikurinn í gær var, hann var öruggur sigur en í dag var þetta bara aldrei spurning. Það var svona, þær komu pínt tilbaka í þriðja leikluta Fjölnisstelpur en þá bitu okkar heldur betur frá sér og hristu þær hressilega af sér. Já, ég er bara svakalega stoltur með okkar stelpur í þessu leikum. Þetta er alltaf erfitt að koma inn í leik 2 svona saman á jafnmörgu dögum. Við þekkjum aðeins betur en Fjölnir og kannski var það líka aðeins að stríða Fjölnir í seinni hálfleik. Það er kannski sprunga aðeins á limminu. En þetta erum við aðeins vanari að spila í vetur þannig. En það sem við vorum að gera, við lögðum bara vel upp og ég er bara mjög ánægður með þetta. Það var bara góður andi og þetta var flott orka sem við tökum bara í næstu viku. Þetta er aldrei svínasta veganesti sem að stelpurnar fara með inn í úrslitakeppnina. Ekki spurning og við, eins og ég segi, við töpum fyrir báðaleikjunum fyrir áramót. Og ég segi svolítið nokkuð knappt að því að við vorum að leiða þetta í 16-18 stigum með hálfleiks í ykkur leiknum og töpum þetta svolítið kannski á því að hafa ekki úthaldi að klára leikinn af því að þær voru að mæta ferskar í leik en við leik 2 í bæði skiptin. Þannig að núna erum við ferskar og sama leveli bara og ég ræðist ekki það þó að Kana er að koma inn í þetta. Ef þær komi með svona sömu ákefð og sömu baráttu og plús það. Ég fæ vonandi 3 ár inn í það einvígi og þá held ég að þetta verður bara skemmtileg rimma. Og ertu sáttur við stelpudrifið? Gerðu það nákvæmlega það sem er alltaf að gera í öllu því sem þú lagður upp? Svona nokkurn megin. Samt það sem ég var kannski mest ósáttustur við í þessu 2 leikjum að það kom ekki tilbúnar í fyrsta leiknum. Það er svona svolítið slæmt í gær voru komist í Það komist við 10 stig yfir, eða rúmlega 10-12 stig yfir í fyrsta leikluta og það er bara mjög slæmt og við fáum ekki séns kannski í úrslitunum að vinna það auðveldlega tilbaka sem við gerðum í gær en við vorum svona í dag skömminni skárri en samt ekki nóg. Ég var ekki nóg ánægður með fyrsta leikluta, það má segja það, en svona siglan í þeim og gefast ekki upp og halda áfram og jákvæðnin og baráttunni liðinu og það var ég mjög ánægður með og það vil ég sjá áfram, við byggjum á því. Það er gaman að liði endar í 3. sæti með 32 stig og þannig að það er betra en nokkur nóraði fyrir þannig að menn hljóta að vera bara heilt yfir sáttir. Ja, mjög sáttur og við öll. Það er náttúrulega pirrar mig ennþá og ég vissi það að gæti setja í okkur hérna. Það er þessi IR-leikur sem við töpum hana fyrir áramót, það er klárað IR það er unni alla leikina á móti IR og við töpum einu leik á móti IR og það er munurinn. Ef við værum jöfn á stigum og jafnina komið í þessa helgi þá værum við að taka annað sæti og þannig að það er alltaf hægt að sagt líka ef og hefði og annað en við bara mætum tilbúnar suður og vinnum okkar bara heima allar rétt tilbaka. Þetta er búið, nú er bara úrslitakeppnin. Þú fer heim og undirbyrði þig, gerir stefnandi klárar, gangi ykkur vel. Takk fyrir það og byrjum á föstudaginn og þannig að fyrsti heimileikur úrslitakeppni verður á sunnudaginn kemur. Þannig að þá fællum við að fylla síðuskólahöllina Skunna og bara skora alla að taka þátt í þessu
þessu spennandi ævintýri sem framöndan hjá okkur Hvernig fólk til að taka sunnudaginn frá? Já, bara bókan strax, þið vil ekki missa þessari veislu. Gangi vel. Takk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.